Já, með 0-1 útisigur hér hjá ykkar mönnum. Hvernig ertu sáttur með spilamennsku liðsins hér í dag? Já, við vorum bara, við reyndum. Grindavík eru náttúrulega gríðarlega vel skipulagðir og sterkir varnarlega og við sköpuðum einhver færi en við náðum ekkert að opna á neitt svakalega mikið og Kári rettaði okkur hérna í lokin en svo kannski bara vonbrigði síðustu 7-8 mínútur þá gerðum við allt í staðinn fyrir að loka leiknum og gerðum við allt til að láta Grindavík jafna þennan leik en sem betur fer þá hafðist þetta og bara erfir útivöllur og gríðarlega mikil 3 stig bara gríðarlega mikilvæg. Þið mitt svona voruð með yfirhöndin í fyrri hálfleik en náðu kannski lítið að skapa en sömuleiðis fenguð engin færi á ykkur. Varstu sáttur með svona fyrri hálfleikin en hefði kannski viljað meiri ákefð þá í sóknarleiknum helst? Já, við þurftum við vorum mikið að spila fyrir framan þá. Við þurftum að fara meira, komast bak við þá og láta menn vinna svolítið aftur fyrir sig og við bara náðum því ekki og svo, vorum við í seinni hálfleik, það leið á seinni hálfleik, þá hleyptum við alltaf mikið inn í þetta og vorum svona óskynsamir á köflum en eftir á morgun man enginn eftir því og 3 stig, það það sem skiptir máli. Þið mitt dettið svona aðeins niður í seinni, hleypið mitt Grindvíkingum í leikinn, hvað heldur hafi kannski valdið því? Já, við bara vorum skipulagið hélt ekki nógu vel hjá okkur og pressan var ekki nógu góð og ég meina Grindavík náttúrulega með góða fótboltamenn líka og svo vorum við pínu æstir og vorum svolítið að selja okkur og þeir voru að vinna svolítið stöðuna 1 móti 1 og við vissum það svo fyrir leikinn að þeir eru góðir í transition, þeir eru sterkir í föstum leikatriðum en sem betur verið þá hélt við það. Nú hafið þið unnið 2 leiki í röð, undanúrslit í bikar og komin aftur á sigurbraut í deildinni. Það hljótið að taka með ykkur og nýta þennan meðbyr inn í næstu leiki? Jú, við þurfum bara að koma okkur aðeins niður á jörðina og þetta var 125 mínútur á laugardaginn og svo hefur við aftur erfiðleik við Gróttu á sunnudaginn og við þurfum bara að, eins og allir þjálfarar segja í dag, recovera vel og vera klárir á sunnudaginn. Takk fyrir Emil. Takk.